tökum í 7. mál á dagskrá sem umræða óvinnandi viðhald gatna og þá tekur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon fyrstur til máls. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Þá komið að þessum lið á dagskránni óviðunandi viðhaldi gatna í Reykjavík. Hinn 15. mars var það ekki 15. mars sem Völvan sagði við Sesar, gæt hinn 15. mars. Og það með að runna upp dánardagur hans. En þessi dagsetning hefur stundum verið notuð svona í mannkynssögunni og skáldum til þess að sem svona dagsetning ákveðnar opinberunar eða sannleiksstundar. Og vonandi getur þannig umræða orðið þannig hér í kvöld að með því að fjalla hérna þetta mál þá gerum við okkur öll ljóst hvernig gatnakerfi í Reykjavík og hvort hægt og hvað hægt að gera til úrbóta. Er þetta að setja slagið? Það gerir ég bara sjálfur. Ég að læra hér á tækni, ég að nota með þá tækni að það hægt að vera með glæru sýningu meðfram ræðuhöldum hér. En skemmst frá því að segja að viðhald gatna í borginni ein af frumskyldum hennar. Þetta sjálfsagður hlutur og hluti auðvitað bara hlutverki hvers sveitarfélag, en eins og ástandið núna í borginni þá það öðru nær. Sums staðar eins og göturnar sem hreinlega leysast upp í borginni og við að finna hólur sem hafa skemmt bíla ef ökumenn geta þess ekki sérstaklega. Og þegar ég var undirbúið þessa umræðu þá kallaði ég eftir myndum af skemmdum á götum í Reykjavík og fékk á skömmum tíma miklu fleiri myndir heldur gat sett inn í þessa glæru kynningu. En þetta bara svona úr hinum og þessum hverfum og ætti að gefa svona hugmyndum hvernig ástandið ótrúlega víða. Þó ég ekki töluvert og tel mig hafa svona sæmilega yfirsýn þá voru miklu fleiri staðir heldur en ég átti vona. Kom mér óvart hvað ég fekk sendi margar myndir úr mörgum hverfum. En þetta gerist auðvitað ekki bara yfir nótt, þetta hefur verið að gerast á ákveðnum tíma. Í kjölfar kreppunnar á sínum tíma þá þurfti að grípa til sparnaðaraðgerða. Og eitt af því sem var ákveðið var að skerða útgjöld til gatnaviðhalds. Talað var það held ég á þeim tíma að núvirði þyrfti svona 700 milljónir króna til þess að halda í horfinu. Sem sagt að miðað við það að kerfið væri í sæmilegu horfi á þessum tíma fyrir kreppu, þá þyrfti 700 milljónir á ári til þess að halda í horfinu. Það var ákveðið að spara þarna og fara árið 2009 að núvirði í 480 milljónir og spara verulega á þessum lið. En ég man vel eftir að sérfræðingar sögðu við okkur þessum tíma að þetta var alveg hægt, þennan leik var alveg hægt að leika svona 2-3 ár í röð, en síðan kemur að skulda dögum. Kerfið þyldi þetta í nokkur ár, 3 ár kannski í mesta lagi, en þá færa sig á ógæfliðina og þá það bæta í aftur og verði þá hærri upphæðin áður til þess að ná upp sem sagt ástandi kerfisins eða minnstakosti setja þá þessar 700 milljónir þannig að ástandi versnaði ekki. En það var síðan ekki gert, það var vissulega sparað í þessi 3 ár, en síðan 2011 þá var sparað ennþá meira, þá voru bara 313 milljónir í það núvirði. Ég tek fram að ég hér að tala um hlut borgarinnar í þessu sambandi. Það líka að fjalla hlut ríkisins, þess að flækja ekki mál og það bara fjalla hér hlut borgarinnar og borgargöturnar. Og síðan var bætt í aftur aðeins 2012
og 2013, samt frekar litlum upphæðum, 414 milljónir að núvirði 2013, aðeins bætt í 2014, en samt bætt svo litlu við að það dugði ekki til þess að halda í horfinu. Það var ekki farið í þessar 700 milljónir sem þurfti til þess að halda í horfinu. Síðan eftir mikla umræðu fyrir réttu ári, vorið 2015, þá var mikil umræða í fjölmiðlum og þá sannfærði borgarstjóri borgarinn það að hann taki málið alvarlega og hann myndi grípa til aðgerða og setja aukafjárveitingu í malbiksviðhald sumarið. Og það var gert, en þá voru sem sagt að nú verið settar í þetta 690 milljónir króna sem þýddi að þá var bara að vera að halda í horfinu. Gatnakerfið var orðið frekar slæmt. Það þurfti meiri pening þegar við ætlum að ná upp fyrir styrk þess. Gatnakerfið var orðið frekar slæmt, en þá þetta átak sem meirihluti beittir fyrir fyrra þýddi það að það var bara sett svo uppað, tæplega 700 milljónir sem dugði til að halda í horfinu. Þannig að kerfið var í sjálfu sér ekkert bætt ef við lítum á það svona í heildarmyndinni, heldur einungis haldið í horfinu. Nú, síðan í ár, þá gert ráð fyrir 500 milljónum. Það gert ráð fyrir 500 milljónum að borgin ætla að sitja í malbiksviðhaldi í sumar. Og það dugir ekki til. Þá erum við aftur komin í gamla farið að það dugir ekki til að halda í horfinu. Þá kerfið að versna. Og ég segi þetta hér vegna þess að mér finnst þá sjaldan að fjölmiðlar ná í borgarstjórann til þess að ræða þessi mál, þá hann nokkuð brattur og tala svolítið þannig eins og það sé í gangi eitthvað átak í viðhaldi gatna í Reykjavík, átak sem miðar að því að bæta kerfið og það sé verið að bæta gatnakerfið. En það í raun ekki verið að gera, það bara verið að halda í horfinu. Og mér sýnist þetta að vera þannig að ég myndi segja að 700 milljónir væru lágmark og vonandi getum við ná samstöðu það að auka þó að fjárhagsmálin sé erfið, að auka framlögin bara þannig að við höldum þó í horfinu. Ég nefni það að við gerum núna ráð fyrir 500 milljónum, þá vantar bara 200 milljónir upp á þess að höldum í horfinu og mér þykir þá ég bendi þá til þess á þá leið að við tökum hérna fræga Grensásveg og frestum eða hættum við framkvæmdina þar, náum þannig næstu 200 milljónum, þá setjum það í malbiksviðhaldi, það strax skárra, en það þarf í rauninni miklu meira til þess að ná upp fyrir styrk kerfisins. Í rauninni ef við ætlum að ná þeim styrk upp á 3-4 árum, þá þyrftum við að setja 1210 milljónir króna, eða rúman milljarð, í malbiksviðhaldið á hverju ári í 3-4 ár til þess að ná upp fyrir styrk. En það alls ekki verið að gera það og ég held að borgarfulltrúar í Reykjavík, við verðum að gera okkur grein fyrir því að það ekki verið að gera það. Ég mjög mikið spurður þetta. Ég var hálfpartinn farin að trúa því að við værum að ná upp gæðum kerfisins með framlögunum okkar af því að við töluðum svo mikið þetta í fyrra og í fjárhagsáætluninni. En svo þegar maður kynnir sér tölurnar þá það ekki svo. Og við allir borgarfulltrúarnir hljótum að vilja svara okkar umbjóðendum heiðarlega þegar þeir spyrja okkur það hvað sé að frétta af gatnakerfinu, hvort við ætlum ekki að fara að laga þetta og svona. Þá rétt að svarið það. Nei, miðað við 500 milljónir króna fjárveitinguna núna erum við ekki einu sinni að halda í horfinu ef við verjum bara því. Við þurfum 200 milljónir í viðbót til þess að halda í horfinu og ef við ætlum að ná gæðum kerfisins upp á 3-4 árum sem ég myndi segja að við ætlum að reyna að gera, þá þyrftum við að setja í þetta 1210 milljónir króna á ári. Þetta eru bara staðreyndir málsins. Þess vegna rekum hann í rogastans hvernig meirihlutinn og þá sérstaklega borgarstjóri hefur haldið á þessu máli gagnvart fjölmiðlum. Ég fekk þá hugmynd að setja þessa glærukynningu hér saman út af þessum fjölmiðlamálum sem hefur verið í gangi gagnvart þessu. Við vitum að þessi gatnamál eru mjög umtöluð meðal borgarbúa. Maður kemst eiginlega ekki svo út öðru sem að fá á sig glósur eða fyrirspurnir það hvernig standi á þessu. Og á þetta að vera sameiginlegt verkefni okkar að leysa það. En borgarstjórinn í Reykjavík, Dagur B. Eggertsson, sem því miður ekki með okkur í kvöld, hefði þetta að vera að ræða þetta, held ég á fransku rífirunni, við þriðja manna okkur í ráðstefnu borgarinnar, að fjölmiðlum, þetta einhver sýnilegasti borgarstjóri sögunar í fjölmiðlum þegar það kemur að jákvæða málum. Við höfum farið yfir það, kynningarfulltrúar borgarinnar eru alveg á fullu að reyna að koma í fjölmiðla
hann þarf helst að komast í ljósvakafjölmiðla einu svona á dag, út af góðum málunum, sem bara allt í lagi því það eru mörg góð mál sem við vitum sem að gerast í borginni. En þegar það kemur að slæmumálunum eða erfiðum málum, það sem borgin ekki að standa sig, þá bara næst ekki borgarstjórann. Þá bara eins og þessi ábyrgandi maður sem bara virðist nærast á því að koma fram í fjölmiðlum, að það náist ekki í hann. Og þegar hann næst í hann, þá sem sagt bara, sem þá kannski tengslu við ykkur önnur mál sem hann að koma á framfæri, þá vill hann ekki tjá sig, þá bara vísar hann embættismenn. Alveg ótrúlegt, hér stór mál að ræða, þetta ekki svona eitthvað smámál, þetta ekki spurning ykkur afhending, ykkur verðlaun og svoleiðis, eitthvað smámál sem hann getur falið ykkur öðrum. Þetta það mál sem eitt stærsta málið í dag í borgin og mann mest spurður Og þá borgarstjórinn sem bara blaðafulltrúi líka meirihlutans og bara stendur sig vel sér slíkur, minnst þegar maður bara horfir á mínúturnar sem maður sér hann í ljósvakamiðlunum, þá hverfur hann þegar svona mál kemur upp. Og það kom fram dögum saman, þetta var í fjölmiðlum dögum saman, margir fjölmiðlar voru svo kurteisir að þeir tóku það ekki fram að þeir ekki náðu í hann, en svo gerðu það nú sumir. Það var falast eftir í sjónvarpsviðtöl og á endanum sendi hann fyrir sig embættismann. Grand var hann embættismann og embættismaður var látið segja það að menn teldu ástand gatna í borginni viðunandi. Og þá var maður nú alveg bitt. Og það kemur fram síðan, kom hérna fram í Morgunblaðinu daginn eftir, þetta var fyrir 10 dögum, að segja þetta með leyfi forseta í Morgunblaðinu. Blaðamaður reyndi í gær að fá viðbrögð Dags B. Eggertssonar borgarstjóra í fréttum af hólum og öðrum skemmdum á götum borgarinnar, tjónaði ökutækjum og hættu sem þetta skapar í umferðinni. En hann vildi ekki svara því hvað borgaryfirvöld var að gera í málinu og hvernig hann brygðist við, gagnrýni sem fram hefur komið og vísaði á embættismanninn. Þetta alveg ótrúleg vinnubragð að borgarstjórinn sé bara dögum saman og vikum saman á flótta undan blaðamönnum og vísa á embættismenn þegar það þarf að svara fyrir erfið mál. Því að ég veit alveg að þetta leiðilegt mál og við borgarfulltrúarnir við þurfum líka að sinna leiðilegu og erfiðu málunum, alveg svo við viljum okkur langar auðvitað öll til að vera líka í skemmtilegu málunum. Og síðan loksins tjáir hann sig í Vísi 9. mars og fréttablaðinu kemur þar frétt sem ekkert að segja kannski mjög sem allan hann svarar einhverjum gagnrýnum spurningum þar, en þá kemur fram, þá talar borgarstjórinn þannig og reynir að vísa vandanum við mikið annað eins og hægt er. Hann segir að hann sé að kanna málið við vegamálastjóra og bæjarstjórann á höfuðborgarsvæðinu og segir að þar hafa allir mikla áhyggjur af stöðu gatnakerfisins, reynir að vísa á ríkið eins og hann getur og það er rétt að ríkið á vissilega hluta ábyrgðarinnar, þó ég held að ríkið sé að standa sig betur í gatnaviðhaldsdeltinu við. En það er alveg ótrúlegt að sjá borgarstjórinn í Reykjavík hvað hann gerir, reynir allt sem hann getur til þess að vísa ábyrgðinni annað. Og hann tjáir sig eins og þetta kom hann allt gífurlega á óvart. Það talaði að það er að samþykkja samkomulag milli Vegagerðar og sveitarfélagana. Við þurfum ekki, borgin þarf ekki að fara inn eitt samkomulag til að gera við borgargötur, held ég. Í samkomulaginu felst mat á stöðunni, gerð framkvæmdaáætlunar og samantekt rannsókna á ástæðum slits og annað. Þetta bara eins og þetta hafi bara gerst núna áramótin og þetta hafi bara komið öllum óvart. En góðir borgarfulltrúar, þetta hefur verið að gerast á mörgum árum og það sem að gerast núna er nákvæmlega það sem sérfræðingarnir sögðu okkur að myndi gerast ef að það skorið meira niður en 3-4 ár í röð. Sömu embættismenn eru sendir í sjónvarpi núna til að segja skilaði frá borgarstjóra sitt, þetta sé bara allt í viðunandi horfi. Og þannig að eina sem vantaði þess að orðræðu borgarstjóra í viðtalinu fannst mér var að það þyrfti að skipa stýrihóp í málinu. Það hefði algjörlega fullkomnað þetta að 70 og 50 stýrihópurinn eða hvaða nú er á kjördæmabilinu stýrihópurinn hefði verið skipað til að fara við þetta mál. Það hefði kannski líka keypt einhver tíma. Já, og svo segir hann heildarkortlagningin á viðfangsefninu framundan. Og heildarkortlagning verður nú sett í forgang. Ég held að við vitum nokkuð hvernig gatnakerfið, eða eigum að vita hvernig komið er fyrir gatnakerfinu, við bara sjáum það. Ég trúi því ekki að menn séu eitthvað fyrst núna að fara í eitthvað heildarkortlagningu. Mér hefur reynda verið tjáð að það sé til eitthvað heildar ástandsmat sem hafi verið unnin af borgarinnar eða verkfræðistofu út í bæ. Ég óska eftir að fá þetta mat, ég hef ekki ennþá fengið það.
en mér sagt það sé til. Þannig að ég ætla nú að biðja menn að fara varlega í því að fara að eyða tíma í einhverja heildarkortlagningu eða rýnihópa eða stýrihópa eða hvað þetta nú allt heitir. Það sem vantar bara eins og einn embættismaður benti þó í viðtalinu, það vantar bara meiri peninga til þess að vinna verkinu. Og það úteindir ekki mikla skipulags eða rýnihópavinnu eða stýrihópavinnu til þess að vinda sér í það mál. Þannig að bara til að segja það verður að segja að borgarstjóri virðist ekki skynja alvöru málsins. Eða hann kannski skynjar hana, en hann talar eins og hann skynja hann ekki. Og þetta kom hann allt eitthvað gífurlega óvart og hann talar um að þurfa að ykkur stefnumótunarvinnu þegar það bara að fara í framkvæmdir. Og borgarstjóri virðist ekki skynja alvöru málsins. Og eitt af furðulegasta sem hann sagði var að kenna auknum túrisma gatnaskemmdirnar í borginni. Og þarna sjáum við það sem upp á skjánum núna, þetta eru myndir úr Norðlingaholti. Eitt af því sem kemur mjög vel fram á þessum myndum sem eru úr flestum hverfum borgarinnar að það ekkert síður gatnaskemmdir í hverfum þar sem eru eiginlega engir túristar. Við sjáum það eru engar túristarútur sem keyra íbúðagöturnar í Norðlingaholti eða Grafavogi, minnst kosti mjög fáar, en skemmdirnar eru ekkert síður þar en annars staðar. Þannig ég held að borgarstjóri ætti að fara varlega í það að kenna túristum, kenna útlendingum það þegar eitthvað á bjátar. Það kann ekki góður lukka að stýra þegar eitthvað að og menn fara að kenna útlendingum það. Það eitthvað sem við stjórnmálamenn í Reykjavík held ég eigum ekki að gera. En að ganni slepptur, þetta og við sjáum það líka þetta í Norðlingaholti. Við vitum það að þetta er tiltölulega nýtt malbik sem þar. Ekkert gamalt úr sér gengið. Auðvitað þurfum við líka að skoða það eins og hér við rætt að skoða svona tæknilega þætti málsins. Hvort að malbyggi sé á lint, hvort að lagi sé á þund, eitthvað svoleiðis. Það eru vísbendingar að svo sé. Minnst kosti finnst mér engin hemja hvað malbyggið í nýjum hverfum endist stutt. Og svo þegar það spænist upp náttúrulega þá hlýtur rykmagnið að aukast og þetta er þetta heilbrigðismál. Það ekki gott fyrir okkur, þannig að við þurfum að finna aðferðir til þess að það verið búið til betra malbygg fyrir okkur og það auðvitað dýrara, það auðvitað alltaf verið að spara, en ég mjög efins að það sé góður sparnaður að spara í malbygginu, spara malbyggstegundana eða burðarefnið í malbyggið, því það getur þýtt bara meira svifryk eins og við þekkjum. Og ég ætla ekki að fara út í steypuumræðunni hér, við höfum líka flutt tillögur sjálfstæðismenn það að það verið kannaðir kostir steypulagningar og það eru ýmsir kostir við það sem það margt sem mælir með því að það geti verið sniðugt að leggja steypu eitthvað litið samhliða á sumum götum eins og malbyggið. En það er semast ótrúlegt að eins og sjá borgarfulltrúar góðir, það ótrúlegt að hér skuli skilaboðin vera þau að ástand gatna í borginni séu viðunandi. Það sé stóra framlag meirihlutans í borginni til þessa máls að ástand gatna í borginni sé viðunandi. Mjög leitt að borgarstjóri skyldi ekki taka þátt í umræðunni að eftir að hafa verið á flótta undan fjölmiðlum vikum saman í þessu máli. Hann skuli ekki vera með okkur hér í kvöld, en við getum bara að tala það við hann síðar. En það væri gott að heyra hvað staðgengill borgarstjóra hefur að segja þetta allt saman. Og sérstaklega langar mig til að spyrja hann að því hvort að hann telji ástand gatna í borginni vera viðunandi, eins og skilaboðin hafa verið úr ráðhúsinu. Við vitum það, við sjáum það bara hér, við vitum það, við finnum það bara þegar við ferðumst sjálfum göturnar að við eigum við vanda að etja. Fyrsta skrefi til að leysa vandan auðvitað að viðurkenna hann. Ef við viðurkennum ekki vandan og segjum bara að ástandi sé viðunandi, þá erum við ekkert að fara að leysa hann, það, borgarfulltrúar góðir. Auðvitað eigum við að viðurkenna hann og segja og vinda síðan bráðabuga því að leysa málið. Ég fekk fregnir af því í gær að það væri verið að hólufylla alveg á fullu í ýmsum hverfum meðal annars Breiðholti. Og ég talaði við sérfræðingum það og honum fannst það mjög skrítið að menn væri á þessum tíma og hann nefndi þá skýringu að sennilega væri verið að bregðast við neikvæðri fjölmiðlafyllum með því að sýna menn að störfum. En hann sagði við mig, það er blautt úti, það er blautt, það er mikið bleita. Þetta er bara óskynsamlegasta verið til þess að vera í hólufylla, jafnvel þó að þeir reynir með einhverjum aðferðum að þurrka hólurnar vegna þess að veðrið þarf að vera þurrt og
það ekki sniðugt að hólufylla þegar það blautt og vatnið á greiðarleið niður í hólufyllingarnar og sprengir þar út frá sér. Þannig að, en við ástandi orðið þetta svo slæmt að það eru göt í malbikslæginu, vatnið á greiðarleið niður í undirlagið, sprengir frá sér og skemmir undirlagið og þá erum við að tala miklu meiri viðhaldskostnað sem býður okkar heldur en ef við hefðum brugðist fyrir við. Það er engin góð lausn á þessu, við reddum þess ekkert í sumar. En ég held að við verðum að gefa vink, við verðum að gefa skýr skilaboð til borgina að það eigi að leysa vandamálið á 3-4 árum. Við höfum vitað þessu vanda lengi, það þarf ekkert margar vikur eða mánuði til að semja skrifa ykkur framkvæmda áætlun, þess að tölur liggja allar fyrir. Ég held að þau eru bara yfirlýsingu það að borgin ætlar að taka sér taki í þessum málum og það verður að reyna að finna fé. Ég held að það sé bara væri guðstök að verka fresta ýmsum öðrum framkvæmdum. Ég meina við getum nefnt viðbyggingu við Grófarhús sem dæmi. Ég man ekki og nokkra aðra nýframkvæmdir. Við getum bara með því að sleppa þeim getum við sett í þetta til dæmis. Nefnum líka Dekkjakvöldsvellina sem er til líka brýna framkvæmd. Að með því að forgangsraða rétt þá varum við fljóta að komast upp í þá upphæð 700 milljónir sem þarf til að halda í horfinu. Svo það nokkur 100 milljónir viðbót og þá erum við á góðri siglingu með að laga ástandið á 3-4 árum og þá verða vonandi allir ánægðir. En góðir borgarfulltrúar, bara að gera fróðlegt að heyra hvað meirihlutann hefur að segja og ég ítreka spurningunum það hvort að staðgengil borgarstjóra sé sammála borgarstjóranum það að ástand gatn í borginni sé viðunandi. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég hafði nú eiginlega vonað í augsýnilega óhóflegri bjartsýni að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon myndi koma hér og vera með svona þokkalega málefnilega ræðu ástand gatna. En honum tókst að fara svoleiðis gjörsamlega út á tún í þessari ræðu að það fordæmalaust nánast. Og hraunar hér yfir borgarstjóra heldur því fram að það náist aldrei í hann til að svara spurningum sem auðvitað allir vita kolrangt, ber fyrir sig einni blaðagrein úr Morgunblaðinu og ég segi það nú reyndar alveg eins og maður svarar ekki alltaf morgunum eftir klukkan 10 á kvöldin. Öðrum fjölmiðlum hins vegar jafnvel. Morgunblaðið náttúrulega málgagn ákveðin stjórnmálaflokks en ekki fjölmiðl í því tilliti. Hann fer hamförum, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Hann líklega eini maður á Íslandi, jafnvel í Evrópu eða öllum heiminum sem að telur að stórkostlega aukin umferð bæði einkabíla og stóra fólksflutningabíla hafi engin áhrif á slit malbiks. Hann hélt því fram að Kjartan Magnússon borgarfulltrúi sagði að borgarstjóri væri að kenna ferðamönnum aukið slit og sagði að það væri fáránlegt að kenna útlendingum og við ættum að varast það hér í borgarstjórn. Þar með hann að segja að það sé ekkert aukið slit vegna einkabíla og stóra fólksflutningabíla sem að tæplega 1,5 milljón ferðamanna sem að hér fara nota, ekki neitt. Þessu heldur hann fram. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon telur að það sé eitt það alversta sem stjórnmálamenn geti gert, það sé að kortleggja ástand og undirbúa hluti. Hann vill aðgerðir strax en kvartar svo yfir því sem gert eins og að fylla holur. Eðlilega verið að holufylla það sem að þörf á, það eru aðgerðir. Auk þess gefur Kjartan Magnússon borgarfulltrúi sér að starfsmenn og sérfræðingar borgarinnar viti ekkert hvað þeir að gera. Þetta sorglegur málflutningur. Sorglegur. Ofan í þetta þá hefur nú Kjartan Magnússon borgarfulltrúi eitthvað mislesið upplýsingar varðandi það fé sem á að verja til malbiksframkvæmda því árið 2016 áætlað að verja 710 milljónum 500 í malbiksyfirlagnir, 150 í viðgerðir og 60 í malbikin í byggingahverfi. Þetta eru 710 milljónir.
Það er reyndar upphæðin sem var að óska eftir að væri sett í þetta. Það er hér með orðið við því. Á árinu munum við endurnýja og fræsa malbik sem er 12,7 km. Munum malbik yfir eldra slitlag 4,1 km og heildarmagntölur eru því 16,8 km eða 125.000 fermetrar. Auk þess munum við ásamt öðrum sveitarfélögum hér á höfuðborgarsvæðinu og vegagerðinni ráðast í umfangsmikið átak undirbúning nauðsynlegs viðhalds og endurnýjun gatnakerfis höfuðborgarsvæðisins. Það telur hann reyndar fáránlegt, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon, að leita eftir samstarfi við aðra og kortleggja hluti og jafnvel að skipuleggja þá. Hann bara gera þetta strax, vaða á stað með malbikunavél og gera eitthvað. Það er taktikinn. Það er kannski það sem að þið gerðu þegar þið voruð í meirihluta hér með Vilhjálmi Vilhjálmssyni borgarstjóra, frægum meirihluta frá 2006 til 2007. Það voru kannski vinnubröðin sem við höfðum þá, en það er ekki gert þannig í dag. Ég ætla að leyfa mér með leyfi forseta að lesa hér upp samkomulag sem hefur verið dregið upp og hlut að eiga Vegagerðin, Kópavogsbær, Garðabær, Seltjarnarnes, Reykjavíkurborg, Hafnarfjarðarbær og Mosfellsbær. Ég ætla að fá að lesa þetta í heild sinni. Átak í viðhaldi og endurnýjun gatnakerfisins. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og Vegagerðin eru sammála að eiga samstarf undirbúning nauðsynlegs átaks í viðhaldi og endurnýjun gatnakerfis höfuðborgarsvæðisins. Fyrsta lagi, sameiginlegt mat á ástandi, viðhaldsþörf og endurbótaþörf. Unnið verði sameiginlegt mat á þörf við viðgerðir, viðhald og endurbætur í gatnakerfi höfuðborgarsvæðisins eftir erfiða vetur og sparnað síðustu ára. Í öðru lagi, áætlun viðhald og endurbætur. Unnin verði sameiginleg viðhalds- og endurbóta áætlun fyrir veg- og gatnakerfi höfuðborgarsvæðisins með það að markmiði að tryggja viðunandi þjónustustig. Þriðja, fjármögnun. Vegagerðin og sveitarfélög leggi mat á kostnað við átakið og nauðsynlegar framkvæmdir. Jafnframt verði lagt mat á hlut slits vegna aukningar umferðar, vaxandi ferðaþjónustu innan sviga, bílaleigubílar og rútur, svíi lokast notkun nagladekkja, veðurfars og annarra atriða. Vegagerðin mun nýta hluta sinna viðhaldsfjárveitinga til viðgerða, viðhalds og endurbóta á þeim hluta gatnakerfisins sem hún ber ábyrgð á og leita auk þess samráðs við innanríkisráðuneytið möguleika á auknum fjárheimildum næstu ár til átaks í viðhaldi gatna á höfuðborgarsvæðinu. Sveitarfélögin munu með sama hætti nýta fjármuni til viðgerða, viðhalds og endurbóta og gera tillögur til sveitarstjórna nauðsynlegar fjárveitingar þetta ár og til næstu ára. Í fjórða lagi rannsóknir. Vegagerðin og sveitarfélögin dragi saman þær rannsóknir sem liggja fyrir gatnagerð, malbikslagnir og væntan endingatíma. Sérstaklega verði hugað að umhverfissjónarmiðum og mögulegri endurnýtingu malbiks. Greindar verði ástæður versnandi ástand, skemmda og holumyndunar í gatnakerfinu og gerðar tillögur að frekari rannsóknum þar sem þekkingu skortir. Aðilar samkomulagsins munu skipa sameiginlega verkefnisstjórn. Mat á stöðu mála samkvæmt fyrsta lið verður fyrsta verkefni og skal það liggja fyrir eigi síðan en 1. maí næstkomandi. Og lýkur hér með lestrinum. Þetta ágætu borgarfulltrúar er náttúrulega gríðarlega mikilvægt samkomulag, alveg sama hvað borgarfulltrúa Kjartani Magnússyni finnst. Alveg sama hvað honum finnst. Við viðurkennum það og höfum aldrei sagt annað en að ástand gatna er mjög erfitt. Það á við Reykjavík, það á við önnur sveitarfélög hér í kring, það á við stofnbrautir sem eru á vegum Vegagerðarinnar, það á við húsagötur, þá við allstaðar þar sem að slit er mikið. Óhagstætt veðurfar, mikil umferðaraukning og vissulega sparnaður hafa leitt til þess að vegakerfið er ekki í góðu ástandi.
En enga síður eru settir miklir fjármunir í það. Að laga þetta 1500 milljónir króna núna á síðasta ári á þessu. En ég geri mér algjörlega grein fyrir því og það gerir borgarstjóri líka og það gera flestir. Að við erum hugsanlega komin á það stig að við þurfum að fara í meiri endurnýjun en viðhald. Og endurnýjun að sjálfsögðu mjög dýr. Það skiptir milljörðum. Hins vegar þá þykir mér sérkennilegt að það sé ekkert nefnt og ég vil nú vitna hér bara í stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon meðal annarra veit ekki betur en hann hafi tekið þátt í að vinna. En þar þriðji liður sem að sem sagt því sem að kallast traustur grundvöllur. Þar segir, sambandið, með leyfi forseta, sambandið skal vinna því að sveitarfélög fái sanngjarna hlutdeild í gjöldum af umferð. Útfæra þar hlutdeildina og útgreiðslu til sveitarfélaga með hliðsjón af auknum skyldum sveitarfélaga samkvæmt vegalögum og áherslu á vistvænar samgöngur. Það auðvitað ósanngjarnt að hér þar sem að gríðarlegur hluti umferðarnar og þeirra eknu kílómetra sem að farnir á landinu, að það skuli ekkert koma í hlut borgarana af þeim 35 milljörðum sem að teknir eru inn í umferðartengd gjöld. Þetta eru þungaskattur, bifreiðagjöld, olíugjald, sérstakt bensíngjald og svo framvegis. Ekki króna af þessu sem kemur til viðhalds hér. Og Vegagerðin reyndar fær ekki einu sinni allt þetta til þess sem hún þarf að gera. Það auðvitað mjög sérkennilegt að hafna því alfarið að það sé eðlilegt að við fáum einhverja tekjur af þeirri stórauknu umferð ferðamanna sem fer hér göturnar. Það sést þetta allavega. En við teljum að það sé mjög mikilvægt og eðlilegt að við förum að skoða tekjustofna sem snúa að þessari miklu auknu ferðamennsku. Vegna þess að álagið á innviði okkar af þessu eru gríðarlegir og það eru sára lítill hluti sem að fellur í hlut sveitarfélagana. Á undanförnum árum, og það alveg rétt sem kom fram, það var farið mjög neðarlega í sparnaði eftir hrun. 2009 voru malbikaðir eða endurnýja slitlag á 11,8 km, 10,7 2011, 11,5 árið 2012, 9 2013 og 9,7 2014. Í fyrra 2015 þá var það 16,4 km og í ár þetta 16,8. Þannig að það nú töluvert aðgert. Þessi ræða borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar ástand gatna hafði náttúrulega ekkert ástand gatna að gera. Þetta var bara svona einhver hann var að vega úr launsátri, að reyna að vega borgarstjóra úr launsátri. Og hann náttúrulega ekki hér. Og það var reyndar að vita, það var tilkynnt á borgarráðsfundi síðastliðinn 50 kom fram í fundargerð ef hann hefur kynnt sér hana, borgarfulltrúinn. Fundargerðin reyndar opinber og öllum sem hafa aðgang á interneti kleift að lesa hana upp úr kaffi á 50. En ég held að ég hef nú rakið hér ágætlega hvað framundan. Ég leiðrétt hér tölur sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon var með varðandi það fé sem áætlað til framkvæmda og tek ekki undir þann málflutning hans að undirbúningur og rannsóknir á málum, almennilegur undirbúning
almennilegur undirbúningur mála, það sé eitthvað sem á að skamma sín fyrir. Einhvern tíma var Framsóknarflokkurinn með slagorðið, hvað var það? Árangur áfram, ekkert stopp. Og byggði það á svona ákveðni hugmyndafræði sem að gjarnan kölluð einföld lausn á flóknu vandamáli. Einföld lausn á flóknu vandamáli. Sú hugmyndafræði stundu kennd við popúlisma líka. Og þessi ræða sem hafa flutt hér áðan að borgarfulltrúunum, það svo kallaður popúlismi. Hefur ekkert með málið að gera, mun ekki bæta nokkuð skapaðan hlut, bara verið að reyna að eyðileggja og skemma. En hins vegar þá vona ég að það sem ég hef sagt hér varðandi þær framkvæmdir sem áætlaðar eru, séu einhverjum upplýsandi. Það verður lagt fram ítarlegt yfirlit yfir þetta á næsta borgarráðsfundi og það mun verða hægt að sjá það í fundargerð. Hefur borgarstjóri lokið máli sínu. Forseti vil benda borgarfulltrúum á að það sé ekki í boði að kalla hér fram þegar fundamenn eru í ræðustól og þá veitir borgarfulltrúi Kjartan Magnússon ansvar við ræðu borgarstjóra. Já, góður borgarfulltrúi, ég tek undir þetta með forseta. Fyrst afsökunar. Já, forseti, góður borgarfulltrúar. Ég verð að segja að þessi ræða Stakkings borgarstjóra var mjög furðuleg. Mestum tímanum eyddi hann í einhvern veginn að rífa niður mína ræðu og vega að mér sem einstaklingi og persónu. Og ég vil bara vara Björn Blöndal, borgarfulltrúa og Stakkings borgarstjóra við því að verði ekki uppiskoppa með lýsingarorðin þegar hann dæmir ræðurnar mínar. Ég veit ekki hvað hann hefur oft sagt að nú hafi ég haldið algjörlega nýja og algjörlega ræðu án fordæmis. Þessi bara klára ekki lýsingarorðin. En tími fórseti að rífa niður mína ræðu. Seinni hlutanum komu frá nokkur atriði sem þó hægt að svara. Hann hafi leiðrétt mínar tölur. Nei, hann leiðrétt ekkert mínar tölur. Þetta var alveg rétt tala sem ég sagði, að 500 milljónir færi malbiksviðhald. Síðan fór hann að bæta við einhverjum hlutum eins og 150 milljónir við viðgerðir og 70 milljónir í nýbyggingarhverfi. Og bara þessi, tala 70 milljónir, ég held til dæmis að það sé nýframkvæmd á Reynisvatnsvegi upp á Hólmsheiði fyrir eitthvað 10 milljóna sem er svona til að tengja saman Geitháls og Grafarholt þetta ekki í íbúðahverfi. Þannig að auðvitað maður fara inn í fjárhagsáætlun og pikka eitthvað svona liði héðan og þaðan og taka nýframkvæmdir í malbikslögnum sem ekki eins og í bænum og bæta því við og segja, jú, víst eru að laga, en tölum bara hlutin eins og þeir eru. Ég að horfa á malbiksviðhaldið, það fara 500 milljón krónur í malbiksviðhald, ég held að þurfa að vera 700. Þar fyrir utan þurfa örugglega að fara 150 milljónir í viðgerðir og 70 milljónir í nýbyggingarhverfin. Skal ekki draga úr því. En óþarf að sulla þessum tölum saman eins og borgarfulltrúinn gerir þarna. Og kannski svari sér betur eftir en að halda því fram í að segja móti undirbúningi og rannsóknum málum. Það popúlismi að halda slíku fram. Það vill svo til að ég satt í stjórn Malbikunarstöðvar Reykjavíkur í 1 ár. Setti mig þá nokkuð vel inn í þessi mál. Það á sér stað alveg gífurlega metnaðarfullt starf á vegum Malbikunarstöðvarinnar Höfða. Þannig að það eru ýmsar rannsóknir sem liggja fyrir. Þannig að það þarf ekkert að eyða tíma í einhverja rýnivinnu, stýrihópa, rannsóknir, ástandsmat. Þetta liggur allt fyrir. Það eru verkin sem þurfa að tala en ekki einhverjir rýnihópar. Þá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við að veita ansvar og svarar borgarstjóri ansvari. Ágætu forseti, borgarfulltrúar. Það var náttúrulega engum tölum söllað saman, heldur voru þær sundurliða mjög nákvæmlega og borgarfulltrúinn hann velur sem sagt bara einhverja tölur sem að honum líkar. En svona þetta er mjög skýrt hvað á að gera. Þetta eru 710 milljónir. Þetta mættu auðvitað alveg vera meira. Ég get alveg tekið undir það og það getur vel verið að við verðum að finna leiðir til þess að auka þetta. Og þá sérstaklega í endurnýjun. Og við getum alveg horft fram á það að á höfuðborgarsvæðinu verði heildar endurnýjun þörfin nokkrir milljarðar. Og þess vegna mjög mikilvægt að við skoðum nákvæmlega og rannsökum vel
í hvaða röð við eigum að gera þetta og við þurfum líka að skoða vel möguleika á tekjustofnum þeirra sem að valda. Við eigum að fá hlutdeild í því. Svo einfalt það. Þá hefur borgarstjóri lokið við það að svara andsvari. Þá veitir borgarfulltrúi Kjartan Magnússon andsvar öðru sinni. Já, forseti góði borgarfulltrúar, ég hvet, ég vil nú ekki skipa fleiri rýnihópa, en ég hvet nú Björn Blöndal borgarfulltrúa til að bæta rýni sína á fjárhagsáætlun borgarinnar. Ég var að tala 500 milljónir í malbiksviðhald, þetta hljómanisögur sem að deilum kessan skegg, en þá ég að tala malbiksviðhald, þá ég ekki að tala viðgerðir eða nýlagnir í nýbygging á hverfum. Með því að öllu þessum tölum saman, þá ekkert verið að gefa í skinn af hinum ágæta Bjarni Blöndal borgarfulltrúa að hærri upphæð í einn liðinn dragi úr þörfi hinn. Segjum að við myndum setja 500 milljónir í nýbyggingahverfi en ekki 70 milljónir. Halda að myndi það okkar draga úr þörfina og setja 500 milljónir eða 700 milljónir malbiksviðhald í borginni? Alls ekki. Þessi liður þannig að meira fyrir einn lið dregur ekki úr þörfinni í annan, sérstaklega þegar það uppsöfnuð þörf svo skiptir mörgum árum. Alls ekki. Og það bara beinlínis mjög villandi að halda slíku fram, ég er svona ekki að sanga populisma, en það mjög villandi að halda slíku fram. Nú, ég kannski fer það bara betur eftir, en bara ótrúlega hvernig hann í ræðu sinni gerði mér upp skoðanir í hinum ýmsum málum, fullt eftir að mér finnst fáránlegt að gera þetta, fáránlegt að gera hitt, fáránlegt að gera rannsóknir, fáránlegt að gera eitthvað áætlanir eitthvað slíkt. Mér finnst það ekkert fáránlegt að vanda til verka, en þessar upplýsingar hafa legið fyrir. Við tókum umræðu þetta fyrir ári og það lágu þetta allt saman ljóst fyrir. Þannig að mér finnst eins og sé einhvern veginn bara verið að tefja tíman og reyna að nota þetta til afsökunar að þurfa að fara í einhverja slíka vinnu. Við höfum mjög góða fagmenn á sviði malbikunar hjá borginni og þeir hafa bara flestir sagt mér nákvæmlega, ég sennilega veit ég hvort þeir eru að segja sömu hlutina við mig og þeir eru að segja við þína fulltrúa meirihlutans. En aðalega bara vantar mér að fé og ég held að við höfum bara fyrst og fremst að horfa á það sem þarf að gera í Reykjavík. Ég skil ekki okkur að alltaf vera að tala nágrannasveitarfélögin sem sambandi. Auðvitað þarf Vegagerðin að gera eitthvað heildaráætlun varðandi stofnvegi í höfuðborgarsvæðinu og eitthvað slíkt. En menn sem ráða ekki einu sinni við ástandi í Reykjavík, af hverju vilja að tala svo fjálglega hvernig ástandi í höfuðborgarsvæðinu, á höfuðborgarsvæðinu öllu og ætla sér að leysa vanda þeirra sveitarfélaga líka. Það er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið við það að veita andsvar öðru sinni. Það var andsvörin lokið og borgarfulltrúi Jóhanna Guðmundsdóttir sem næsta mannadagskrá. Forseti borgarfulltrúar, ég held að vanti svona femíníska umræðu núna eftir umræðu borgarstjóra og borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar. Ég var að hugsa að taka bara borgarstjóra á þetta og lesa núna upp það sem kemur fram með strangar gæðakröfur malbik í Reykjavík og heimasíðu borgarinnar sem birtist fyrir nokkrum dögum. En ég er að hugsa að sleppa því. Það auðvitað staðreynd að ástand gatna í borginni mjög slæmt og ástandi hefur verið mjög slæmt bæði núna í ár og það var mjög slæmt í fyrra. Að ég efast það og man sjálf ekki eftir því að ástandið hafi verið svona slæmt eins og þessi 2 ár. Og það var aukið fjármagn í viðhald gatna í fyrra, þannig að það var svipað eins og þá að vera í ár. Það var ekki nóg. Þannig að við getum alveg ímyndað okkur það að þetta ekki nóg mikið fjármagn í ár. En eins og kom fram í umræðu hér áðan hjá borgarstjóra að þá eflaust komið að endurnýjun en ekki viðhaldi. Og það liggur við að það sé einfaldara að telja upp þær götur í Reykjavík sem í lagi heldur en að telja upp þær götur sem þarf að laga. Því það varla hægt að keyra lengur í borginni án þess að vera eins og svikskíðum þar sem að maður að
sveigja á milli hóla. Ég lenti nú hérna ofan í einni hólunni á leiðin á borgarstjórnarfund og ég lenti ofan í annarri hólu í gærkvöldi, þannig að þetta er orðið svona viðvarandi ástand, maður þarf að keyra hægt og rólega og sums staðar er lýsing ekki góð á kvöldin, þannig að þetta er erfitt. Og við vitum það öll að það er í raun ekki þetta að deila þetta. Þetta er bara staðreynd. Göturnar eru hræðilegar. Og ég held að það sé bara tímaeyðsla að reyna að sannfæra einhvern það að göturnar í borginni séu í lagi. En þetta átak í viðhaldi og endurnýjun gatnakerfisins sem hefur verið á að gera, að skoða ástandið, að það er auðvitað fínt að þetta allt saman að vera búið fyrir 1. maí næstkomandi að meta þetta ástand. En það breytir því ekki að þó svo að ástandi sem metið að þá er náttúrulega að Reykjavíkurborg sem að þarf að fara í framkvæmdirnar. Það er auðvitað hluti af götunum eða stofnæðunum sem er á hendi vegagerðarinnar, en það er alveg húsagöturnar sem eru mjög slæmar og þannig að ég held í rauninni að það þarf bara að gera eitthvað. Þetta er í rauninni bara ástandið að slæmt. Þetta er annað árið í röð. Þessi peningum mun ekki duga, ekki frekar en heldur en að dugði í fyrra. Og eflaust þarf að endurnýja allt og viðhald er í rauninni ekkert að virka. Því að göturnar eru það margar og þær eru það djúpar. Og eflaust er þetta einhver bráðabirgðaviðgerð að móta möl ofan í hólurnar núna, þannig að bílarnir sé ekki eins mikið að lenda ofan í þessu, en það eru margir búin að sprengja dekk og eyðileggja dempara á því að lenda ofan í þessum hólum. En þetta er auðvitað bara eitthvað mál sem verður að klára. Það verður bara að greina þetta og ákveða til x ára, til dæmis 3-4 ára, hvernig er hægt að laga göturnar og hvernig á að laga þessar götur í Reykjavík. Þannig að ég held í rauninni þær geti ekki orðið mikið verri heldur en þær eru í dag. Þá hefur borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir lokið máli sínu og borgarstjóri óska eftir því að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Já, ég þakka borgarfulltrúi Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttir fyrir sitt innlegg í þessa umræðu, uppbyggilegt og gott innlegg. Það er alveg rétt sem hún segir, ástandið er mjög slæmt. Ég held að það sé alveg rétt hjá henni að það er 500 milljónir sem við höfum áætlað til viðgerða gatna auk þeirra 210 sem að fara í beinar viðgerðir og svo 60 í nýbyggingahverfi, og ég reyndar bara að því að ég var með að því að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sagði að það væri ekki í Reykjavík eða ekki í hverfum borgarinnar, en þá er það þannig að þessum 60 milljónum í nýbyggingahverfum það er deilast þannig að það fara 15 í Úlfarsárdal, 20 í Norðlingaholt og 25 í Reynisvaðsás og Grafarholt. Þetta er allt staðir í Reykjavík. Allt saman staðir í Reykjavík. Þannig að þetta ástand sem við búum við, það er ansi snúið. Og ég endurtek það, þetta er milljarða þörf og við þurfum að skoða alvarlega hlutdeild í tekjustofnum sem að verða beinlínis til slits á gatnakerfinu. Og við eigum að sammælast það. Hvar er flokki sem við erum? Og ég vona þeir borgarfulltrúar sem að hafa, eða sá borgarfulltrúi sem að hér hefur talað hvað fjálglegast hvað allt sé miklu rugli, hann hafi þó allavega berið gæfu til þess að taka þátt í því með okkur. Að krefjast eðlilegrar hlutdeildar í þessum tekjustofnum. Þá er borgarstjóri lokið við það að veita andsvar. Vill borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon taka til máls? Borgarstjóri var að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Guðfinnu Jóhannu Guðmundsdóttir. Má bjóða þér að koma á mælendaskrá? Hann kýs ekki svo, þá er ekki fleiri á mælendaskrá og telst Kjartan Magnússon hefur óskað eftir því að komast á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Það hefur komið
hvað eftir annað fram í þessari umræðu í kvöld að Björn Blöndal staðgengill borgarstjóra hefur ekki góðan málstað að verja. Hann varði löngu tíma sinni ræðu til þess að einhvern veginn rífa niður mína ræðu í staðinn fyrir að svara bara málefnalega fyrir það sem þar kom fram og draga einhverja tölur í efi og svo framvegis. Og svo var það líka mjög sérstakt að hann fór upp í, hann bað andsvar við ræðu annars borgarfulltrúa en gerði þar ítrekkað athugasemdir við minn málflutning. Og þess vegna óskaði ég eftir að fá andsvar en fekk að tala í staðinn, en bara bendi forseta það að andsvara og snúast sko að svara síðasta ræðumanni, ekki þar síðasta ræðumanni. Og svona upp á framtíðina. En já, þetta hefur verið hróðleg umræða, sem sagt að staðgengill borgarstjóra brást mjög illa við ræðu minni. Ég held að tilgangi umræðuna sé nokkurn veginn náð. Tilgangur umræðuna var sá að upplýsa borgarstjórn hvernig ástandið er. Stundum er kvartað yfir því að borgarfulltrúarnir í Reykjavík, þeir þekki bara ástandið í 101 og fara út fyrir 101. Við vitum öll að það eru mikla ríkjur, það er alls ekki satt. Við viljum öll vera borgarfulltrúar allra Reykvíkinga. En auðvitað er hins vegar svo að við getum ekki verið í öllum hverfum alltaf, allstaðar, reglum millibili. Þannig að ég held að það hafi verið bara mjög gott fyrir okkur að fá að sjá þessar myndir sem eru teknar í hinum og þessum hverfum borgarinnar. Og minnstakosti þá getum við öll viðurkennt það að ástandið er ekki viðunandi. Og eftir náttúrulega þetta hafa rifið niður mína ræðu og skamma mig og sagt að ég hefði verið mjög málefnalegur og hvað fordæma, mín ræða hefði verið fordæmalaus og ég veit ekki hvað margar ræður hafi verið það í röð hjá mér, að þá viðurkenndi þó staðgengill borgarstjóra að ástandið var ekki gott. Það var ekki nógu gott og það er ágætt að hann skulle hafa viðurkennt það. Og mér segir lokan sæði þá fannst mér að biðla aðeins til okkar í minnihlutanum að hann vildi eiga við okkur samstarf með þessi mál og það er sjálfsögðu bara auðsótt mál hér sem hingað til. Við ræddum þetta í fyrra, við ræðum þetta reglulega. Og ég held að, og ég bara geri athugasemdir við það sem borgarfulltrúi sem það á að fylgjast með störfum embættismanna hér og sérstaklega æðsta embættismanns borgarinnar sem er borgarstjóri, að mér fannst algjörlega óviðunandi hvernig hann flúði dögum eða vikum saman umfjöllum fjölmiðlum þessi mál og vildi ekki tjá sig. Og mér fannst þess ekki tjá sig vel þegar hann loksins gerði það. Og það var reyndar ekki í Morgunblaðinu, það var í Fréttablaðinu, herra staðgengill. En sem sagt, það var viðurkennt hér í kvöld af staðgenglinum að ástandið var ekki gott og þá erum við á þeim stað. Og það eru þetta ýmsar leiðir til úrbóta og ég held að þessi vinna sé bara, það getur vel verið að koma eitthvað gott út af þessari vinnu með hinum sveitarfélögunum, en ég hef nú samt litið svo á að sú vinna snúi aðalega kannski að stofnbrautunum, að þjóðvegum í þéttbýli sem ríkið hefur yfir að segja og líka í gegnum sveitarfélögin tengja okkur við tengi Reykjavík við restina af Reykjavíkursvæðinu, eða semst nágranna sveitarfélögin okkar. Ég býst nú við að vinnan snúist aðalega það og getur verið góð og gild. En við mögum ekki gleyma því að það, og kannski ímynda meirhluti sem það að með því að tala bara nógu mikið nágrannasveitarfélögin og þjóðvegið í þéttbýli og stofnbrautir og eitthvað þannig að fólk var ímynda sér þetta sé ríkinu að kenna því að ríkið á að sjá það. En það má ekki gleyma því að vandinn er síst minni, sennilega meiri núna í húsagötunum okkar eða borgargötunum sem við berum ábyrgð á. Og þess vegna var þessi umræða hér í kvöld og þess vegna reyndi ég í umræðinni og tók það fram strax í byrjun að ég var hér að tala fjárframlög borgarinnar og ég var að tala borgargöturnar og var svolítið að reyna að einskorða umræðuna við það að þetta getur verið ruglingslegt og flókið, svo getur þetta bara tekið sér umræðan þjóðvegið í þéttbýli. Og þá held ég að komi allir fram að ríkið standi sér betur við. En ég reyndi þetta, staðgengill borgarstjóri var ekki til í það og vildi endilega blanda ríkinu sem mest inn í þetta og fjalla sem mest nágrannasveitarfélögin í þessu sambandi líka, allt í lagi, honum frjálst að gera það. En það leysir okkur ekki undan þeirri skyldu að okkar hlutverk er þetta fyrst og fremst það og við berum náttúrulega mest ábyrgð á okkar borgargötum sem við fjármögnum að fullu. Nú, kostnaðarskipti ríkis og sveitarfélaga er náttúrulega eilíða þrætuepli í stjórnmálum og ég er örugglega sammála Bjartri framtíð og Samfylkinguna að mörgu leyti í því máli. En við vitum að það gengur yfirleitt hægt að breyta því og ef það er einhvern veginn forsenda, ég ætla að vona að, og ég ætla ekki að gera honum upp þar skoðinu, ég ætla að vona að staðgengillinn hafi ekki verið að gefa í skyn að
að forsenda þess að leysa vandamálið sé að ná samkomulagið í ríkið breytta kostnaðarskiptingu, því að það getur tekið langan tíma, það getur tekið mörg ár og við vitum að af reynslu að ríkið mjög ófúst að láta draga sig að slíkum samningum. Þannig að við þurfum allan en við munum örugglega styðja, ég held að meirihluti og minnihluti geti alveg staðið saman í því, en þangað til þá verðum við bara að reyna að leysa þetta vandamál með þeim vopnum og með þeim peningum og með því verkvíti sem við höfum og ég benti hér á leið til þess áðan að ég tel að við getum frestað ákveðnum nýframkvæmdum og sett í þetta í staðinn. Vonandi kemur eitthvað peningur frá ríkinu, ég myndi ekki treysta á það. Aðalatriðið bara almenningur fá að heyra okkur sé alvarlega að leysa málið og að það verði ákveðið fyrir sumarið nú bara að koma, að bara mesti framkvæmdatími ársins fer að renna upp, það hefst í maí, að helst í maí þá þyrfti að liggja fyrir skýr vilji hjá borginni að við ætluðum að setja meira en 500 milljónir í Malbiks viðhald. Það getur verið þá minnstakosti 700 milljónir og helst eitthvað meira til þess að reyna að vinna upp þennan slóða sko. En ég held að, og við getum sem að farið öll þessi máli, ég ætla nú ekki alltaf við Ólafi allt sem hérna Stakkengildi sagði hérna, en mér fannst, ég held að hann hefði mátt nota tíma þegar hann fór að lesa upp eitthvað samkomulag, að hann hefði getað nota þetta þess að svara bara betur mínum rökum sem ég kom með fram hér áðan. Mér finnst að brenna við hérna í þessum sal að þegar að menn telja sig að slæman málstað að verja, þá ná þeir sér í eitthvað svona stofnanateksta og lesa upp stofnanatekstan, svona sennilega í vonum að menn missi þráðin eða fólk sofni við útvarpið eða tölvuna ef ekkur er að horfa út í bæ. En það er svo langur vegur frá því að eins og hann reyndi að gera mér skoðanir áðan að ég hafi verið að halda því fram að ég var á móti því að kortleggja hluti, ég var jafnvel að halda því að starfsmenni vissi ekkert og svo framvegis, já, að ég hefði sagt að veri fáránlegt að kortleggja og skipuleggja. Ég var bara einfaldlega að benda það að ég veit að hér í okkar kerfi hefur á sér stað mjög góð vinna, það eru hérna mjög færi menn sem þekkja þetta alveg og þeir vöknuðu ekkert upp í vondan draum í 1. febrúar og sáu að kerfið var að hrynja. Þessi menn vissu það í fyrra og þeir vissu það í hitt í fyrra, þeir vissu það alveg bara frá 2013-14 þegar að kerfið fór að virkilega láta undan síga. Það til margar rannsóknir sem hægt er að fara í. Ég get bara ef að Stakkengildin og fórum á Borgarráðs, ef hann bara myndi heimsækja malbökunarstöðina Höfða sem er í eigu borgarinnar, sem er nú bara gott að gera eitthvað á viðtak, þá eru þar til heilu sko hillu fermetrarnir af rannsóknarskýrslum og rannsóknum og þessi mál. Þannig að ég held að við þurfum ekkert að eyða miklum tíma í einhverja slíka vinnu. Þetta er bara hægt að gera á nokkrum dögum og við þurfum að láta verkin tala en ekki einhverja kortlagninga stýrihópa eða hvað þetta nú heitir allt saman. En vonandi verður þannig bara á næsta borgarráðsfundi eða borgarstjórnarfundi að þá verður þessi mál komin í lag og við getum sannfært fólk það að við ætlum að koma, borgin ætla að reka þetta slíðruð orð af sér á nokkrum árum. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er borgarstjóri næstur og síðastur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég ætla bara að ítreka það að það er ekkert að ástæðulausu sem að leitast við það að fá fleiri til þess að koma að því að gera átak hér í vegabótum á höfuðborgarsvæðinu. Vissulega hugsum við fyrst og fremst það sem að okkur snýr hér í Reykjavík og það er það fjármagn sem að við höfum lýst hér að eigi að verja. Þarf eflaust að vera meira, en það er ekki alveg auðsótt. Jú, það er hægt að benda á Grensásveg í þessu, eins og reyndar það er búið að eyða þeim peningum svo ofboðslega oft að ég held að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins séu búin að eyða svona sem nemur rúmum milljarði fyrir Grensásveginn. Það er búið að eyða því svo oft. Og auðvitað er það þannig að flestar tillögur, til dæmis sem borgarfulltrúi Kjartan Magnússon kemur með hér í borgarstjórn, eru útgjaldatillögur. Það eru aukin útgjöld til íþróttamannvirkja, fyrst og fremst til íþróttamannvirkja. Þar er hann mjög útgjaldaglaður, borgarfulltrúin. Borgarfulltrúin
leggur hér regla fram tillögur byggingu metnaðarfullra íþróttamannvirkja. Þannig að, já, þetta er náttúrulega þannig að maður getur ekki alveg tekið marka á málflutning. Það er nú einfaldlega þannig. Því að hann er svo, það er engin samfella, sko. Það er ekkert samhengi hlutana, annað en það er bara eilíf útgjöld og svo eitthvað hraun yfir menn. Borgarstjóra sérstaklega. En mér langaði bara til þess að segja að það er náttúrulega ekkert á nokkrum dögum sem að svona mál eru leyst. Og þetta er auðvitað svona klassískt popúlískt orðalag. Þið þurfið ekki að vera að hanga yfir þessu, þið klára þetta bara nokkru dögum. Ég geti gert það. Þetta er bara málflutningur sem að er, mér finnst þetta hættulegu málflutningur, satt að segja. Og mér finnst alveg ótrúlega alvarlegt að Sjálfstæðisflokkurinn skuli bara vera komin á þann stað að þetta sé bara svona þeirra aðalinntak í málflutningi. Og ég vona að þetta breytist. Það er hér haldnar hverja popúlísku ræðurnar á fætur annarri. Og mér finnst þetta, ég verð að segja alveg svona, mér finnst þetta ekki gott mál. Og ég vona bara, hugsanlega verður það með frekari opnun funda, ég veit það ekki, eða kannski vestnara bara. Ég vona bara að þetta sé einhvern veginn ekki það sem að koma skal. Því mér hefur ekki fundist þetta að vera svona gegnum gangandi í málflutningi flokksins, svona, þó ég hef nú oft verið ósammála því sem að borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa komið fram með, þá finnst mér þeir bara oft hafa margir hverjir, sko, flutt mál sitt af miklum ágætum, en mér finnst þetta svolítið vafasöm leið sem að einhvern veginn er að upplifa vafasöm braut. Ég vona bara þetta sé bara eitthvað svona tilfallandi, ekki vísbendingu það sem koma skal. Takk fyrir. Þá hefur borgarstjóri lokið máli sínu og hefur borgarfulltrúinn óskað eftir því að veita andsvar við ræðu borgarstjóra. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Fyrirgefðu. Nei, það er ekki fleira málendaskrá. Viltu fá orðið? Já, takk. Gjörðu svo vel, þá er borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að taka þessum máls. Gjörðu svo vel. Já, forseti góða borgarfulltrúar, maður hélt að maður væri svona, við varum sameiginlega að leiða umræðuna í jörð með sko þar síðustu ræðu og þar síðustu ræðu, en eftir þessa síðustu ræðu staðgengill borgarstjóra þá er alveg greinlegt að svo er ekki. Nú er bara sá sem hér stendur, hann er sakaður vafasaman málflutning, hann er sakaður hættulegan málflutning. Hann er sakaður hitt og þetta. Ég er sakaður popúlisma og það er sagt að ég fæ þann dóm hjá staðgengli borgarstjóra að ég sé endalaust að koma hér með útgjaldatillögur. Ég sé nefnilega þannig, ég sé þannig stjórnmálamaður, ég sé alltaf að koma með hverja útgjaldatillöguna á fætur annarri. Já, allt í lagi, þetta er bara ekki satt. Ég flutti tillögu hér fyrir á fundinum, hún snerist sparnað. Hún snerist að flytja hér ákveðna starfsemi sem er leiguhúsnæði út í bæ hingað í ráðhúsið til þess að spara peninga. Ég kannast ekki við það að koma hér inn með eitthvað útgjaldatillögur á færibandi. Ég flutti nokkrar slíkar við afgreiðslu fjárhagsáætlunar, en þá gerðum við, eins og við höfum gert undanfarin ár, borgarfulltrúar góður sem kannist við, þá fluttum við sjálfstæðis með nokkrar útgjaldatillögur, en við fluttum hins vegar fleiri sparnaðartillögur. Við komum með sparnaðartillögur á móti þeim útgjöldum, frekar litlu útgjöld sem við vildum sjá, og sparnaðartillögurnar okkar hafa verið hærri heldur en útgjaldatillögurnar. Með því vildum við sýna ábyrgð. En það er leiðilegt að sá sem til þess að geta gegnt hlutverk í borgarstjóri Reykjavík, sko, hann er bara til að horfa á sumartillögurnar okkar en ekki allar. Ég er bara að biðja hann að líta þetta í heildarsamhengi og sleppa því að vera með þessi ósannindi. Að ég sé hér endalaust að koma í borgarstjórn með tillögur íþróttamannvirki. Ég veit ekki alveg hvað hann á við þarna.
Ég myndi þá fyrst að hann mann þetta greinilega betur en ég, staðgengillinn, þannig ég ætla þá bara að biðja hann að rifja það upp með okkur. Hvaða útgjaldaaukandi tillögur íþróttamannvirki ég hef flutt svona að undanförnu hér í borgarstjórn. Ég man þó eftir einni. Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar áramótin, þá flutti ég fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins, það var allir Sjálfstæðisflokkurinn, það var ekki bara ég, tillögu að við myndum setja 151 milljón í endurnýjun dekkjakulsvallana svonefndu. Það held ég að sé eina tillagan í íþróttamálum sem ég hef flutt hér árum saman, hér í borgarstjórn. Og það var ekki fjárfestingartillaga, eða sko það var ekki tillaga ný íþróttamannvirki. Þetta tillaga að skipta út svarta dekkjakullinu á völlum sem við treystum okkur ekki til að fullera sé hættulaust. Skipta því út, setja kraft í þá útskiptingu. Ekki nýir vellir, nei, taka svarta dekkjakulli af völlum sem eru nú þegar með því og setja dekkjakulli í staðinn sem við vitum algjörlega hættulaust, sem við þorum ekki að fullera með því gamla. Þetta er eina tillagan sem ég man eftir að hafa flutt hérna sem í borgarstjórn misserum saman allan misserum saman. Og þá hún tekin til dæmis hvað ég sé óábyrgur. Þessi málflutningur dæmi sig algjörlega sjálfur er ég hræddur En hins vegar athyglisvert að heyra þannig hug Björns Blöndals og fyrst að hann var að tengja mig, svo var mikið að fjalla það að eins og var erfitt í Sjálfstæðisflokknum að sitja upp með mig. Ég er nú bara stoltur að vera í Sjálfstæðisflokknum og bara fínt að skuli tengja mig við hann. Að þá er bara ágætt að heyra þetta, hvaða hug Björn Blöndal borgarfulltrúi ber til þessa máls sem eru útskipting dekkjakulls á völlum í Reykjavík. Fyrst að hann telur sér sæmandi að nota það mál til sérstakrar árásar á mig. Ég verð að segja að ég er bara stoltur af því að hafa borið fram það mál hér árum saman í borgarstjórn. En mjög athyglisvert, ég hélt að það væri að vakna einhver skilningur vonandi á þessu máli hjá meirihlutanum sem við vantar fram með þessu. En nei, þegar að þessu manni er orðið virkilega heitt í hamsi eins og við höfum fengið að sjá og heyra, að þá er að þetta haldreipi sem hann grípur í þegar hann telur að það þurfa að flengja mig. Sjáu þið þetta kallinn í Sjálfstæðisflokknum, Kjartan Magnússon. Hann vill meira segja eyða peningum í að skipta út dekkjakurli. Þetta eru skilaboðin sem hann sendur öllum kjósendum í Reykjavík og sínu fólki í bjartri framtíð. Það vill svo til að það er margt gott fólk í bjartri framtíð og Sundaði hefur komið að málum við mig og þakkað mér fyrir baráttu mína við að skipta dekkjakurla á íþróttavöllum í Reykjavík. Þannig að mér finnst hann frekar óheppinn að tala Malbik og blanda dekkjakullinu í þá umræðu með þessum hætti. Og segja bara svo ég rifið upp aftur að þetta sé hættuleg málflutningur af mér að tala að það er bara að klára þetta mál á nokkrum dögum. Ég sé svona eitthvað kall sko árangur strax ekkert mál og eitthvað svona. Þá var ég aldrei að segja það að það ætti ekki að undirbúa mál. Auðvitað að undirbúa mál vel. Það sem ég er hins að segja, þetta er ekki að koma núna. Við höfum haft þetta yfir okkur árum saman. Mennirnir sem þekki þessi mál á skrifstofunum minna á Höfðatorgi og Malbikunastöðuna hér og þar sem þekki þessi málið saman. Þeir voru ekkert að byrja að vinna þessu fyrir nokkrum vikum eða mánuðum. Þeir eru stöðugt að vinna þessu málum allt árið eins og menn eiga að vita. Og ég þekki þessa menn það vel og hef talað það oft við á þessu mál að ég veit. Það þarf ekkert fleiri, mér er tjáð að sé til ástandsskýrslur sem ég hef ekki séð sko, en það þarf ekkert einhverjar endalausar ástandsskýrslur, fleiri viðbót, fleiri rýnihópa, fleiri rýniskýrslur, einhverja heildstæða framkvæmdaáætlun og frekar rannsóknir. Allar þessar rannsóknir hafa farið fram. Það sem vantar er bara það að við þurfum að setja meira afl í þessar framkvæmdir á komandi sumri og það er alls ekki undirbúningslaust. Rannsóknarvinnan og undirbúningun hefur farið fram. Við erum að setja 500 milljónir í Malbiksviðhaldið. Það þarf ekki stórkostlegar rannsóknir í viðbót til þess að setja 200-300 milljónir króna í viðbót í þetta. Það mun nýtast beint í framkvæmdir. Það var borgarfulltrúi Kjartan Magnússon, lokið máli sínu og þá ekki fleiri hvatsir hljóðs undir þessum dagskrárlið og telst umræðu lokið. Við förum í 8. mál á dagskrá.